verið hjartalega velkomin á 50-dagsfund Frelsiskirkjunnar. Í dag skírdagur og að því tilefni ætlum við að vera með páskafund. Og eins og alltaf þá erum við með leita hugleiðslubæn í lok fundarins og það er að skapast ný hefð hjá okkur að á páskafundunum þá erum við með þakklætis hugleiðslubæn. Og við vorum með þetta í fyrsta skipti fyrir ári síðan og það var bara stórkostlega hugleiðslubæn og bara kraftur heilags anda var ofboðslega sterkur. Og við erum búin að biðja fyrir fundinum og biðja fyrir ykkur og síðan eftir hugleiðslubæna þá verðum við með fyrirbænir og það eru þó nokkra fyrirbænir komnar inn, þannig að nú ætlum ég bara að bjóða alla hjartalega velkomna þeir sem eruð að detta inn á Facebookinu með endilega íta á like eða gera hjarta ef þið heyri vel í ykkur, annars bara gef ég þér orðið einn að gera svo vel. Takk. Leggjum stundin í Guðs hendur. Kæri Drottinn, ég biðjum að tala til okkar í kvöld, tala til hjartn okkar og hjálpa okkur að meðtaka orð frá þér sem Drottinn skýrir, leiðir og gefur kraft. Í Jesú nafni, amen. Amen. Þessi fundur tileinkaður svona páskunum og við höfum alltaf gert það hverju ári og nú ætla ég að tala um nokkur atriði sem að tengjast þessu tíma frá því að Jesús kom inn í Jerúsalem og þangað til að hann reis upp frá dauðum. Förum aðeins svona í aðdragandann. Jesús var búinn að reisa Lasarus frá dauðum og lærisveinarnir voru rosalega spenntir yfir því að nú væri allt að fara að gerast, sko. Og þeir voru alveg með skýra mynd af því hvað myndi fara að gerast, sko. Jesús myndi taka völdin sem konungur í Ísrael, reka Rómverjana í burtu og þeir yrðu svona aðal mennirnir með honum, sko. Og tveir þeirra gengu svo langt að þeir fengu móður sína til þess að spyrja Jesú hvort að þegar þetta gerðist, þá fengi þeir að sitja sitt hvoru megin við hann, lægri og vinstri handar. Og það var mikil eftirvænting. Og þá gerir Jesú hlut. Jesú hafði alltaf forðast að segja að hann væri Kristur og ástæðan er náttúrulega mjög einföld. Þegar Jesús fæddist, þá var líf allra sveinbarna yngri en 2 ára í Betlehem þurrkað út. Bara vegna þess að það var svo mikill ótti ef að spádómurinn var rætast að konungurinn var að stíga fram. Og menn sáu það fyrir sér að það myndi valdastéttin, rómverska valdastéttin og þeir sem voru í skjóli Rómverjana missa völdin. Og menn er alltaf óttaslegnir með að missa völdin. Og þegar að Jesú var búinn að vera með langan tíma með lærisveinunum þegar loksins leit á vita og viðurkenndi fyrir þeim að hann væri Kristur. Hann var búinn að því og nú var hann búinn að reisa Lasarus frá dauðum og nú ákveður hann án þess að segja það berum orðum að tilkynna heiminum að hann sé konungurinn. Og í spádómsbók Sakaría var spádómur sem hafði verið í Biblíunni og var borinn fram mörgum öldum áður og hann var svona: Fagna mjög dóttirin Síón, lát gleði látum dóttirin Jerúsalem, sjá konungur þinn kemur til þín, réttlátur er hann og sigursæll, lítillátur og ríður á östna, ungum östnufóla. Og Jesús náði sér í östnufóla eftir leynilegum leiðum, svona eins og bara í neðnarhefingunni, menn eru svona kvóta, þeir áttu bara að sækja fólan á þess að tala við neitt og ef það verið spurðið þá áttu bara að segja ákveðna setningu, herran þarnast hans og þá er þeim leitt að fara með hann. Þannig að þetta var gert með mikilli leynd. Og þegar Jesú er búinn að fá fólan, þá sest hann á bak og heldur þessa innreiðin í Jerúsalem og almenningur fagnar honum með því að kasta pálmaviðargreinum fyrir framan hann og þannig fögnuðu menn konungum þegar þeir komu inn í borgina. Þannig Jesú lætur fagna sig sem konungur og gerir nákvæmlega eins og spádómurinn segir og það er ekkert þetta að misskilja það, hann er að tilkynna ég er konungur og ég mun taka völdin. Og lærisveinarnir héldu að nú væri hann að fara að sigra Rómverjana en Jesú hafði annað í huga. Hann ætlaði að taka völdin yfir synd og dauða, gefa eilíft líf
og komið fagnaðareindi sem yrði boðið öllum þjóðum. Hann reyndi að segja lærisveinum þetta, en þeir vildi ekki heyra þegar þeir voru svo uppteknir af því að Guð myndi gera nákvæmlega sem þeir voru að búast við að myndi gera. Og þetta er mistök sem við gerum svo oft, að við erum svo ákveðnar hugmyndir hvernig Guð eigi að gera hlutina og hvað hann eigi að gera, að við hættum að heyra það sem hann raunverulega vill segja okkur. En með þessu, þeir eru skelfingu lostnir, farísear og ýmsir aðrir þarna, og sögðu, láttu fólkið hægt að segja þetta. Og það var ekki, þeir voru ekki mest að hugsa hvað það var að segja, heldur hvað afleiðingar það hafði ef hann kemur ríðandinn í borgina á ösnufóla og leti fagna sér sem konungi. Þeir óttuðust blóðbað. 30-40 árum eftir þessa atburði þá risu gyðingar upp gegn Rómverjum og það kostaði blóðbað, það kostaði þeir voru reknir meðal þjóðana og það varð verðfall á þrælamörkuðum allt Rómaveld út af þessu. Því það voru svo margir settir í þrældóm og ofboðslega margir dóu. Svo að leiðtogarnir í Jerúsalem, leiðtogar gyðinga, að þeim gekk ekki endilega alltaf illt til þegar þeir voru með áhyggjur af Jesú, þeir óttuðust blóðbað. Og í svona skáldskap og sálm og frásögnum af guðspjöllunum, þá er hlutur leiðtoganna oft gerður verri en hann er. Þeir virkilega óttuðust að allt væri í bál og brand út af Jesú. Og Jesú var og þeir óttuðust ennþá meira eftir þessi innriða pálmasunnudag. Svo hélt Jesú áfram að ögra þeim. Hann talaði opinberlega og ávítaði þá, leiðtogana, og gaf í skyn að hann væri Kristur, þó hann segði aldrei berum orðum. Og afleiðingin var sú að þeir vildu handtaka hann. En hann notaði almenning til að verja sig og þeir þorðu það ekki. Óttaði að almenningur myndi bara ráðast á þá. Þannig að í mannfjöldunum gat Jesú ögrað þeim og þeir gátu ekki tekið hann. Þeir reyndu einu sinni, sendu flokk manna eftir honum, en þá kom hann tilbaka, en þeir gátu ekki tekið hann því að boðskapurinn og það sem Jesú sagði, það snerti þá svo mikið að þeir gátu bara ekki haft sig í það. En þá ákváðu þeir, við ætlum að taka Jesú á nóttunni, að kvöldi þeir dimmir og allir fara heim. En í hvert einasta skipti sem þeir ætluðu að grípa hann, þá var hann horfinn. Hann gat alltaf komið stund að þeim áður en þegar sólin settist og þeir náðu honum aldrei. Og þeir voru gríðarlega frústreraðir yfir þessu. Og þeir hugsuðu, hvernig getum við náð honum? Við getum ekki tekið hann á daginn, en við erum að ná honum á nóttunni, en hann hverfur alltaf okkur sínum. Og svo gerist það að hann er á leynilegum stað í loftstofu að borða páskamáltíðina með lærisveinunum og það er það sem við höldum upp á skírdag. Það borðuðu páskalambið og brutu brauðið saman. Nú ætla ég að beina athyglinni að svona nokkrum þáttum í fari Jesú sem við tengjum við páskana. Jesús er kallaður meistari, Jesús er drottinn og hann er Guð. En hvernig leiðtogi er hann? Hvernig kemur hann fram sem leiðtogi? Í þegar verið að kenna mannauðsfræði og búið til mannauðsstjóra í gegnum háskólana, þá er alls konar svona fræðikenningar leiðtoga. Og það er til mismunandi tegundir leiðtogum, eftir í hvernig stjórnunarstíl þeir hafa. Hvað stjórnunarstíl hafði Jesú? Og eitt af því sem hann segir er í Jóhannes 10. Jesús sagði aftur, sannlega segi ykkur, ég er dýr sauðanna. Og hann segir, sá sem kemur inn mig mun frelsast
hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða. Ég er kominn til að hafa líf í fyllstu gnægð. Þannig sem leiðtogi, þá segir hann, hugsar með sér, ég vil að mínir sauðir, mín hjörð, hafi líf í fullri gnægð, yfirfljótandi líf. Amen. Í ensku biblíunni segir abundant life. Og svo segir hann, sá sem er leigður og hvorki er hirðir né á sauðina, hann flýr og yfirgefur sauðina þegar hann sér úlfinn koma og úlfurinn hremmir þá og tvístrar þeim. Enda gætir hann sauðana þess fyrir borgun og er ekki annt þá. Þannig er annað sem er einkenni á Jesú sem leiðtoga, honum er annt okkur. Við skiptum hann máli, hann sagði sögu mann sem átti 100 sauði, einn týndist á skildan hina 99 eftir, það leita þessum eina týnda. Þú skiptir rosalegu máli fyrir Jesú og hann sér þig og það að vera með stóra hjörð blindar hann ekki, hann sér þig. Og hann segir, ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Og þarna er annað einkenni á Jesú leiðtoga. Hann leggur líf sitt. Og hann gerði það og á páskunum var hann kominn til þess að framkvæma það. Hann var til þess að við hefðum líf og nægtir. Líf í fullri gnægð. Hann kom til að deyja og sigra dauðan og rísa upp til að við hefðum líf í fullri gnægð. Amen. Og þetta er leiðtoginn sem hann er. Og í Pétursbréfinu þá segir Pétur að hann er við þá sem voru að leiða kirkjuna, hirðana í kirkjunni, biskupan í kirkjunni, hann sagði við þá, Jesús er fyrirmyndin af því hvaða stjórnunarstíl þið eigið að hafa, hann orðaði ekki svona, það var innihaldið, og hann er fyrirmyndin af því hvernig þið eigið að hugsa þá sem þið eru að leiða. Hann leti sér annt okkur og og ef eitthvað hrekst af leið þá sækir hann það, ef eitthvað særist þá bindur hann það. Ég hef séð hirða sem hafa haft köllu frá Guði og mikla smurningu frá Guði, en þeir eru svo uppteknir að sjálfu sig þegar eitthvað særir þá, að þeir þrýsta sauðinu frá sér. Og þegar þetta er svona dæmi hirðishjarta sem ég las einu sinni að ég las bók sem hét Fylgsnið, The Hiding Place, Corrie ten Boom. Hún var að bjarga gyðingum á stríðsárunum í Hollandi, en þegar að Þjóðverjar voru búin að hernema Holland, búin að sækja gyðinga og voru að fara með þá í fangabúðir og útrýmingabúðir, þá sagði Corrie og aumingja fólkið, aumingja mennirnir. Og þá sagði pabbi hennar, já, aumingja mennirnir. Og svo kom í ljós, hún var að tala gyðingana, en hann var að tala Þjóðverjana. Að menn sem eru komnir á þennan stað í lífinu, að gera svona hluti, og hann sagði þetta mun hitta þá fyrir, sem það gerði. Og hann hafði þetta hirðishjarta að þegar eitthvað var komin út í synd, myrkur, að í staðinn fyrir að vera dæmandi, harkalegur, fyrirlíta, þá brann hjarta hans að umhyggju fyrir því að það væru sauðir sem þau vilsta leið og þyrftu að komast heim á ný. Amen. Og þannig sér Jesú okkur. Og þegar okkur hefur borið leið og við höfum brugðist, þá brennur hjartans fyrir okkur að ná okkur tilbaka út í myrkrinu. Hann gagnrýnir okkur ekki, hann hafnar okkur ekki
og hann er ekki fúll út í okkur og hann setur engan vegg á milli. Svona leiðtogi er Jesú. Og hann gerði líka annað, það er sagt frá því í Jóhannes 13, að þegar að hverju heimili þá var sá lægsti í virðingastigunum á heimilinu sem sáum að þvo fætur fólks að kvöldi. Og það var þannig að menn þvo, ef það var eitthvað sem menn vildu þvo, þá voru það fæturnar. Oft erum við að hugsa hárið á okkur eða svitann undir höndunum eða eitthvað. En það er þannig að vegirnir sem menn gengu, þar gengu líka húsdýr. Og það var enginn sem gekk á eftir með plastpoka til að hirða það upp. Þannig að menn gengu ýmist berfættir eða í einhverjum svona sandölum eða slíku og fæturnir voru oft alveg skuggalegir eftir slíkan dag. Og sá sem að fekk það auðverðilega hlutverk að þvo fætur manna, það var sá sem var lægst settur í húsinu. Og þessu í páskamáltíð, þá byrjar Jesú að þvo fætur lærisveina sinna. Og Pétur segir, þetta skal aldrei verða. Þú setur ekki svona niður. Þú fer ekki hlutverk þrælsins og þess lægst setta. En Jesú sagði, þetta verður að vera svona. Ég leita á ykkar og þá er þetta mitt hlutverk. Annað sem að Jesús talaði við lærisveina sína og sýndi þeim, það var vinátta. Og ef við förum í Jóhannes 15, þá segir Jesú, þetta hef ég talað til ykkar til að fögnuður minn sé ykkur og fögnuður yðar sé fullkominn. Þetta er mitt boðorð að þér elski hver annan eins og ég hef elskað ykkur. Þannig gefur hann þeim boðorð að elska hvern annan. Höldum núna áfram. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Þið eru vini mínir ef þið gerið það sem ég býð yður. Og ég man að ég staldraði við þetta vers. Þið eru vinir mínir ef þið gerið það sem ég býð ykkur. Og mér finnst þetta bara ekki passa við fagnaðarerindið. Fagnaðarerindið segir að Guð elskaði okkur skilyrðislaust. Amen. Og hvað er Jesú að tala, setja okkur eitthvað skilyrði þarna? Og hvaða boðorð er Jesú að tala? Boðorðin 10, Móselögin. Og það liðu áratugir þangað til ég skildi þessi vers. Ég kom þessu ekki heim og saman með fagnaðarendi fyrir náð. Og mistökin sem ég gerði var að leita langt fyrir skammt. Ég var að leita einhverjum boðorðum alla biblíuna þegar að boðorðið sem hann gaf var bara í næstu setningu fyrir ofan. Hann sagði nefnilega, byrjaði að segja, þetta er mitt boðorð að þér elski hver annan eins og ég hef elskað yður. Þannig að ég ætla að komast inn. Og af hverju er Jesú að segja þér eru vinir mínir ef ég geri það sem ég býð ykkur. Og Jesú er að segja hver einasti kristinn maður sem er endurfætt Guðs barn er hluti af mínu líkama. Hann er hluti af mér. Og það er ekkert sem heitir að vera ekki vinur bræðra og systra en bara vinur Jesú. Hann segir ef að þið veljið að sýna að elska hvern annan því sem tilheyrir mér og eru mínir lærisveinar, þá eru þið komin inn í vinasamfélagið. Það er ekki hægt að skilja að vináttu við Jesú og vináttu við kristna. Og það er hræðilegt þegar kristnir eru að gagnrýna hver annan, tala hvern annan niður, segja allt sé ómögulegt hjá hverjum öðrum,
eða finna eitthvað sem að hjá öðrum, ég ætla þó að sé rétt. Af því Jesús sagði, elski hver annan eins og ég hef elskað ykkur og þá eru þið vinir mínir líka. Amen. Og hann segir að þegar við stígum það skref að vera með þetta hjarta gagnvart öðrum kristnum og þá eru komnir í vinahópin. Ég myndi að það sé vinahópur og þeir eru búið að vera í vinahópnum. Svona stundum kallað, við munum hvernig menntaskóla klíkurnar voru eða vinahóparnir myndaði staðar eða bara hvernig svona hópar myndast, vinahópar. Og ef þú ætlar að fara inn í vinahóp, þar væru 20 manns, þú ætlar bara að vera vinur eins þeirra. Annaðhvort í vinahópnum eða ekki. Jesús er að segja, ef þið elskið hver annan, þá eru þið vinir mínir líka. Þetta er einn vinahópur, henni kristnu. Og hann segir, ég kalla ykkur ekki framar þjóna, ef þið elskið hver annan, þá eru þið vinir mínir líka, og ég kalli þá ykkur ekki þjóna, því þjónninn veit ekki hvað húsbóndans gerir. En ég kalla þér vini að því ég kunngert þér allt sem ég heyrði af föðurnum. Þetta býð ég ykkur, elskið hvern annan. Ok, ef við viljum virkilega heyra frá Guði, ef við viljum að Jesú trú okkur fyrir því sem hann ætlar að gera og hvað hann er að fara að gera hér á þessu landi eða viltu eiga þetta vina samfélag sem Jesús talar til þín, þá farð gagt út á þetta boðar hans að vera í vinahópnum og þú getur ekki, ef þú hefur rangt hjarta gagnvart kristnum, þá hefur rangt hjarta gagnvart Jesú. Því þeir eru hluta líkama hans. Og þetta er gríðarlega mikilvægt til að heyra og eiga þetta nána samfélag við Jesú sem að deili hjarta sínu, tilfinningum, lífi og líðan gegnum heilagan anda sinn. Og ég ætla að lesa gríska orðið sem hann notar vináttu. Það er phílos. Og úr enskur orðabók, grísk-enskri orðabók er það útskipt svona. A friend, someone clearly loved or prized. Þetta verður mikið in personal, intimate way. A trusted, confident, held dear in a close bond of personal affection. Þannig að þetta er mjög djúp og mikil vinátta. Og meðan kristni bítast og meðan þeir gagnrýna hvern annan og samþykki ekki hver annan, að þá eiga þeir erfitt með að heyra röddu Guðs og leiðsög Guðs inn í sitt líf og sín eigin kirkju. Og þegar Jesú er búinn að tala vináttuna, þá bara allt í einu brotnar hann. Það brestur eitthvað hjá honum. Eitthvað sem hann var búinn að byrgja inni, átti rosalega erfitt með og segir bara við strákarna, hann segir, þegar Jesús hefði sagt þetta, var það honum mjög þungt hjarta, ekki bara þungt hjarta, heldur mjög þungt hjarta. Og hann segði beinum orðum, sannlega segi yður, einn af yður mun svíkja mig. Og það er Jesú rosalegt áfall að vera svikinn af vini sínum. En það sem hann gerir með það er kannski allt öðru annað en við gerum. Og þarna var hann að tala Júdas. Júdas, hann hafði stolið úr sjóðunum hjá lærisveinunum. Hann sá hann og stal úr honum. Jesús vissi það og gerði ekkert í því. Hann vissi að Júdas myndi svíkja hann, og þetta yrði eitthvað sem yrði að ganga til enda af því hann ætti eftir að deyja á krossi og þetta var þáttur í þeirri atburðarás.
Jesús ákvaði ekki bara að yppa öxlum og herða sig og vera svona harður og svona ég ætla bara ekkert að láta á mig fá. Jesú var vinur Júdasar allt til enda. Ekki bara að því hann kaus að vera það, ekki bara því hann harkaði þetta af sér, ekki bara því hann ákvaði að setja sig við þetta, hann var það algjörlega af hjarta. Og hann tekur ekki vináttu sína frá okkur, þó við jafnvel bregðust honum og jafnvel svíkjum hann eins og Júdas gerði. Og þegar að síðan, svo gerist það að Júdas fer til æðstuprestan og öldungana og segir þeim hverju geti náð Jesú á nóttu til, í skjóli nætur. Fer með þá upp í Getsemanni-garð við Olíufjallið og hann segir við þá, svo þið viti hvernig ég handtaka, þá ætlum ég bara að fara að Jesú og kissa hann og það er maðurinn sem ég taka fastum. Og svo kemur hann með þessum herflokk og hann gengur beint að Jesú og segir heill rabbi og kissir hann. Og Jesú segir við hann, vinur, hví ertu hér? Og þetta var ekki sagt í kaldhæðni. Jesú leit áfram á hann sem vin sinn og þetta fékk mjög á hann. Ég ætla þó að hann vissi að þetta myndi gerast. Og í Lúkas, það er svona, ef maður fyrir guðspjalli þá er svona sagt frá fleiri hlutum og þar kemur fram í Lúkas 22 að Jesús sagði við Júdas, Júdas, svíkur þú mannssoninn með kossi. Og Jesús viss, það er eins og Jesú hafi vitað að Júdas myndi svíkja hann, en hann hafi ekki vitað að það er gert með kossi. Vegna þess að þegar þetta gerist, það var eins og Jesús sé verulega brugðið að hann skildi gera þetta með þessum hætti. Og svo förum hérna. Og svo gerðist, Jesús gleymdi aldrei vinu sínu, svo gerðist það að hann var deyddur á krossi, hann reis upp frá dauðum og þá ætla ég aðeins að fara yfir hvað hann var búinn að gera. Í Getsemanni-garðinum þá bað hann föðurinn að taka hann að bika frá sér eða vera unnt. Og svitans, háraðna sprungu þannig að svitin sem lakaði hann var blóðlitaður. Af hverju var Jesús svona upptekinn að því að forðast þetta? Ég get alveg fullýrt, Jesú hefði ekki óttast að vera krossfestur og vera einn dag á krossi. En það var annað og meira sem var framundan. Hann átti að taka á sig allar syndir, alla sjúkdóma og allar þjáningar, allra manna, alls mannkyns, frá upphafi sköpunar til loka. Og það er alveg sama hvernig þér hefur liðið og alveg sama hvað þú hefur gengið í gegnum. Jesús er búinn að upplifa það í botn. Með meiri þunga en nokkur annar. Þess vegna var hann svona skelfingu lostinn í Getsemanni-garðinum. Og þess vegna vildi hann hafa vini sína með sér. Við sjáum oft Jesús sem eitthvað, bara sem Guð og rosalega flottan karakter, en Jesú var líka sannur maður og hann þurfti á vinu sínum að halda. Hann segir við þá, verið með mér núna. Þetta er rosalega erfiður tími sér að gangi í gegnum. Hann hrópaði allir föðurins en þeir sofnuðu. Jesú fór ekki í fíli yfir því, en þetta var honum sárt. Af því að hann þráði þessa vináttu. Þetta fíló, orði í grísku, er mjög mikið mál fyrir Jesú. Jesús og síðan svo gerist það að
að þó að okkur, við sjáum það bara sem eitthvað sem tekur daginn eða eitthvað slíkt sko, að þá var það þannig þegar Jesú dó á krossi, þá lögðust allar syndir frá upphæði sköpunar á Jesú. Og hann upplifði það utan allra tíma. Hann er kallað lambið sem var slátrað frá grundvöllum veraldar. Við sjáum það svona ákveðin stað í tímunum, en það hefur enginn þjáðst meiri Jesú og hann upplifði meiri þjáningar en allt mannkynið samanlagt. En svo sigraði hann dauðann og hann reis upp. Hann var að framkvæma stærsta verk sem hann hafði nokkurn tímann framkvæmt. Stærra verk heldur en sköpunin sjálf. Vegna þess að sköpunina gat Guð framkvæmt bara með því að tala út, en þarna fórnaði hann sjálfum sér á þennan hátt. Og þetta var stærra skref og meira verk heldur en sjálf sköpunin. En þegar hann reis upp úr gröfinni, þá var hann ekki búinn að klára verkið. Því samkvæmt lögmálinu, og þetta er líka útskýrt í Hebreabréfinu, þá var hann ekki búinn að ljúka við hjálpræðisverkið fyrir hann hefði birst frammi fyrir Guði föður. Og það þurfti hann að gera þennan dag sem hann reis upp. Hvort hann yfirgaf þessa plánut og kom tilbaka eða fór eitthvað annað svona svið eða vídd eða hvernig það gerðist, það segir Biblían ekki, en hann þurfti að birtast fyrir Guði föður til að ljúka verkinu. Og hann var ekki, og þegar hann rís upp, þá átti hann eftir að gera það og hann þurfti að gera það fyrst. En þá heyrir hann grát. Það er grátið. Og hann fer til Maríu Magdalenu sem segir það er búið að taka líkið, ég veit ekki hvað verður um það. Og þá segir hann María. Og þá sér hún til Jesú og fyrsta hugsun hennar er að hlaupa í fanginu á henni. En þá segir Jesú, þú mátt ekki snerta mig að því ég er ekki búinn að ljúka hjálpræðisverkinu. Hann orðaði ekki þannig, en hann sagði, ég á eftir að birtast fyrir Guði föður. Hann var fórnin og hún var að birtast fyrir Guði föður áður en nokkur mátt snerta hann. Frá upprisunni og þar til hann birtist fyrir Guði föður, mátti enginn koma við hann. Og þetta var erfitt fyrir hann að segja það, en af hverju var Jesús þá að tala við hann? Af hverju var hann að huga einhverju svona smáatriði eins og einhverju grátandi konu þegar hann var að vinna stærra verk heldur en öll sköpun heimsins? Af hverju gat hann ekki bara lokið og tala svo við hana? Þá myndi hann gráta aðeins lengur. Og það var vegna þess að Jesús er vinur vina sinna. Í fyrsta lagi gat hann huggað Maríu Magdalenu og aðra konu sem líka heit María og var á staðnum og látið þær vita að hann væri á lífi. En hann gat líka sent þær til að láta vini sína vita að hann væri heill á húfi, það var allt í lagi með hann. Þegar þeir voru í sjokki. Og þetta voru vinir sem ekki gátu vakað með honum þegar hann þurfti að halda til að biðja með sér. Þetta voru vinir sem flúðu þegar hann var handtekinn. Og þetta voru vinir sem og einn vinur hans hafði svikið hann. Og Pétur, Jesú hafði gert sérstakar ráðstafanir. Því að það er sagt frá því byrju nú, ég finna hérna. Að sem sagt, sjá. Að það var sem sagt engill sem sagði Maríu, láttu Pétur vita. Segðu lærisveinunum og Pétri að hann lifi. Af hverju þurfti að skila sérstökum kveðjum til Péturs?
Pétur hafði afneitað Jesú 3 sinnum og Jesús vildi láta hann vita að vinátta er að vera óbreytt. No hard feelings. Svo hann vekk sérstakar kveðjur. Jesú vildi leysa málið gagnvart vinum sínum áður en hann birtist í Guði föður af því að vinátta mat hann svona mikils. Vissulega er það þannig að við höfum takmarkaðan tíma og Jesú gat ekki verið vinur alls heimsins á meðan að vera í líkamann, hann þurfti að takmarka sig og hann var með 3 vini sem stóðu honum næst, það er Pétur, Jakob og Jóhannes. Svo var hann með postulana 12, svo var hann fullt af öðrum vinum, Lazarus, systur hans, Lazarusar, Marta og María og marga aðra. Svo átti hann fjölskyldu og bræður og foreldra og svo framvegis. En þarna er ég búinn að fara í hvernig birtist á þessum páskatíma, hvernig hann er sem leiðtogi, hvernig hann er sem hirðir, sem er andum að við höfum nóg að bíta og brenna og allt sem við þurfum yfirfljótandi og hvernig hann talar vináttuna og áhersluna sem hann leggur á það að við lærisveinar hans elskum hver annan. Pössum okkur á því að láta hjarta okkar ganga til allra kristinna manna, sami hvaða söfnir eru. Tölum ekki niður til þeirra, hneykslumst ekki á því sem þeir eru að gera, jafnvel þó að það sé rétt með gagnrýni út af fyrir sig. Af því að það sem máli skiptir að þegar við erum vinir, bræður okkur systar, elskuðu eins og Jesús elskaði okkur, þá erum við komin í vinahópin sem Jesús stofnaði. Í þeim vinahópi þá talar andi Guðs til okkar og Jesús segir að það muni segja ykkur hvað ég er að gera, hvað ég er að hugsa, hvernig mér líður. Þannig að það er ekki alveg svona það er innihaldið. Amen. Síðan gerist það að þetta verður svona aðeins meira normalt, sko. Ef við horfum á þetta, Jesús vekur upp Lazarus. Hann skapar svo mikla spennu í Jerúsalem þegar hann kemur á snjófölunum að borgin fer á annan endan og þeir get ekki haldið almennilega páskaöldungarnir og leiðtogarnir hjá gyðingunum út af Jesú. Þeir eru bara alveg á nálum að allt fer í bál og brand. Og síðan og lærisveinarnir bíða bara eftir að Jesú tekur völdin, svo á 15. kvöldi er hann handtekinn, svikinn af einum í hópnum. Þeir flýja í burtu, lærisveinarnir, einn afneitar honum og að miklu hugleysi því að það var fyrir bara þjónustufólki, ekki neinu sem höfðu neinn völd, sko. Bara aldrei þekkti hann. Og síðan á sunnudagsmorgni þá koma skilaboð frá Jesú. Ég ætla að fara á undan ykkur til Galilíu og þar mun ég hitta ykkur. Þetta er svona eins og einhverju sem byggju Akureyri, sko, var að koma á norður landi og og byggju Akureyri eitthvað, sko, því að Galilía er fyrir norðan. Kemur til Reykjavík og svo myndi ykkur hluti gerast og svo myndi vera sagt, já, svo bara förum við heim aftur og við hittumst þær, ég ætla að fara undan ykkur heim. Og þar hitti Jesú á fjall og sagði, allt vald er mér gefið á himni og jörðu, farið því að gera alla þjóðir að lærisveinum, skýrið á til nafn Föður, Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt sem ég boði ykkur. Og þá þurftu þeir, nýkomnir til Galilíu, að snúa við og fara aftur til Jerúsalem. Og þá hófst ferðalag lærisveinanna sem er ekki ennþá búið og líkur ekki að Jesús kemur aftur. Amen. Amen. Já, takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta og virkilega gott að hlusta og
og gaman að rifja upp þessi versum vináttuna og hirðishjarta Jesú Krists og kærleikann. Og við ætlum að fara núna í hugleiðslubæn og þemað í þessari bæn er þakklæti. Og í þessari hugleiðslubæn þá ættum við að taka ákvörðun frá hjartanum að gera Jesú að okkar leiðtoga og okkar hirði. Við ætlum að taka á móti fyrirgefningu hans og kærleikanum hans og við ætlum að velja það að fyrirgefa sjálfum okkur og öðrum. Og við ætlum að þakka Jesú fyrir að vera okkar besti vinur og ætlum að taka við hans vináttu, hans guðlegu, yfirnáttúrulegu stórkostlegu vináttin í hjarta okkar og síðan ætlum við að leyfa Guði að fylla hjarta okkar af þakklæti. Og þakklæti er orka, kraftur sem kemur frá Guði sem er stórkostlegur og þegar við erum í þessari orku, þessum krafti í okkar daglega lífi þá opnast hjarta okkar fyrir gjafir og blessanir Guðs til þess að taka á móti frá Guði. Taka á móti þessu lífi sem Guð vil gefa okkur í fyllstu gnægð. Eins og Einar var að segja, Jesús vill ekki að við lifum í skorti og fátækt og eymd. Hann vill sjá fyrir öllum okkar þörfum og samfélag okkar hann byggir á trú og þegar við erum í trú og þakklæti gagnvart Jesú að það kemur bara yfirflæði og hann fyllir og bara flóðgáttir frá himninum og hann fyllir allar hann fyllir bikarinn okkar og sér fyrir öllum okkar þörfum. Þannig að þakklæti er ofboðslega falleg orka frá Guði og við ætlum að iðka hana núna í kvöld. Þannig að við skulum bara byrja og ég ætla að bjóða ykkur öllum bara að koma ykkur þægilega fyrir, hvort sem sitja eða liggið. Bara draga djúpt inn andann og leyfa ykkur að slaka bara vel á. Ég ætla að biðja fyrir bæninni, já, elsku Jesús, ég bara afhendi þessa hugleiðslubæn í þínar hendur. Ég þakka þér fyrir heilagur andi, að þú hefur smurt varir mínar og hjarta mitt og orð mín. Megi ég segja eingöngu það sem er í samræmi við þinn vilja. Og ég þakka þér fyrir heilagur andi að þú ætlar að vinna kraftaverk, lækningar, stórkostlega hluti í hjarta, í lífi, í heilsu og í huga allra þeirra sem að hlusta. Í Jesú nafni. Og hugleiðslubænin virkar þannig að ég ætla bara að tala út bæn og þú getur talað hana út eftir mér eða bara í hjartaneðinu, endurtekja hann í hjartaneðinu hvað sem hentar þér betur, ef þú vilt. Ég biðji heilagur andi að leiða þessa bæn. Heilagur andi ætlar að fylla hjarta þetta hvíld sinni. Og þú finnur hvernig hvíld Guðs fyllir hjarta þetta. Fyllir sálina þína og hugan þinn og líkamann þinn, hverja frumu í líkamannum þínum. Og Guð er að segja hvíldu í mér núna barn. Slepptu öllu erfiðinu, öllu streðinu og öllu harkinu til mín núna í Jesú nafni. Þú sleppir þessu. Þetta er farið. Og hvíld Guðs fylgir friður, fögnuður og stórkostlegir ávextir heilags anda sem að flæða núna inn í hjarta þitt. Og þú segir, Jesús, ég vel þig sem leiðtogan minn, þú ert minn drottinn, þú ert minn Guð. Komdu inn í hjarta mitt núna og fylltu það af þér. Lýstu hjarta mitt upp. Í Jesú nafni, þannig að allt myrkur flýr. Takk Jesús fyrir að fyrirgefa mér og ég tek ákvörðun frá hjartanu að fyrirgefa sjálfu mér allt frá upphafi
Og ég tek ákvörðun frá hjartanum að fyrirgefa öllum öðrum og öllu öðru frá upphafi líka. Og ég þakka þér, Jesús, að þú gefur mér fyrirgefandi hjarta. Og meðan þú hvílist, þá vinnur Guð. Og Guð er að vinna í þér núna. Hann er að blessa þig. Hann er að fylla bikarinn þinn. Í Jesú nafni hann er að gefa þér líf í fyllstu gnægð. Og ég tala allsnægtir og yfirflæði heilags anda inn í hjarta þitt, inn í líf þitt, inn í fjárhaginn þinn, inn í vináttuna þína, inn í fjölskylduna þína og tengslin þín í Jesú heilaga nafni. Komdu heilagur andi með yfirflæði þitt og fylltu bikarana núna í Jesú nafni. Og ég bara hasta á allan skort og í staðinn kemur allsnægtir Guðs. Og ég tala Sálm 23 inn í hjarta þitt og inn í líf þitt og þú tekur við þessum sálmi inn í hjarta þitt núna. Þig mun ekkert bresta. Drottinn lætur þig hvílast. Drottinn er þinn hirðir. Hann passar þig, hann verndar þig. Hann er þinn vörður og þitt skjól. Og hann er alltaf hjá þér og með þér. Og ég ætla að biðja að fylla hugan núna af Jesú. Sjá hann fyrir þér í huganum. Fylla hjarta þetta af honum. Og setja fókusinn á hann. Og í hvert skipti sem að þú finnur hugsanirnar vera órólegar eða komnar í eitthvað myrkur eða neikvæðni eða niður yfir ásakanir, þá bregstu við með því að fyrirgefa og afhenda þetta til Guðs og fókusar á Jesús. Þú fyllir hugan af Jesús. Jesús er ljósið og þar sem Jesús er ekkert myrkur, af því að ljósið rekur burt myrkrið. Og ég hasta á allt hugafastlegt myrkur núna og inn flæðir ljós Jesú Krist inn í hverja einustu hugsun. Og Jesús er þakklæti okkar. Vanþakklæti býr til skort, þakklæti býr til allsnægtir. Og í Jesú nafni þá bara fyrirgefum við öllu vanþakklæti, við afhendum það inn í ljósið til þín Guð og við opnum hjarta okkar fyrir þakklæti þínu Jesús. Og við segjum takk Jesús fyrir það verk sem þú vannst á krossinum. Takk Jesús fyrir að gefa líf þitt fyrir mig og mína sál. Takk Jesús fyrir að fyrirgefa mér, fyrirgefa alla syndir, fyrir að gefa mér eilíft líf í himnaríkinu þínu. Takk Jesús fyrir að fylla bikarinn minn, fyrir yfirflæðið inn í öll
svið lífsmíns. Í Jesú nafni tala ég yfirflæði af krafti, yfirflæði af kærleika og ást. Ég tala yfirflæði af friði og hvíld og gleði og fögnuði inn í hjarta þitt núna í Jesú nafni og yfirflæði af ljósi Guðs. Það er ekkert myrkur. Það er einungis ljós. Og ég tala yfirflæði af þakklæti Guðs inn í hjarta þitt. Og þú finnur fyrir þakklætinu fylla hjarta þitt og þú heyrir í hugsununum, þakklætis hugsununum. Og þú byrjar að sjá fyrir þér og hugsa allt sem þú þakklátur fyrir. Fyrir Jesús, fyrir Föðurinn, fyrir heilagan anda, fyrir viniðina, fyrir fjölskyldunina, fyrir börnin þín, fyrir heilbrigðið þitt, fyrir hjartað þitt, fyrir að búa á Íslandi, fyrir hreina vatnið, fyrir að eiga skjól yfir höfuðið, eiga nægan matinn í ísskápnum, fyrir að eiga góðan og heilbrigðan maka. Það er bara að flæða inn þakklætis hugsanir inn í hjartað þitt núna. Og tunga þín er full af þakklæti Guðs. Og heilagur andi er búinn að setja innsigli á tunguna þína. Hún getur ekki mælt eitt einasta vanþakklætis eða skortsorð nokkuð tíma framar. Það er bara allsnægtir og þakklæti sem að flæði fram að munni þínum, áreynslulaust, sjálfkrafa. Af því að þakklæti heilags anda lifir og starfar og flæðir innra með þér. Og þú átt eftir að taka eftir því leið og þú vaknar á morgnana. Að fyrsta hugsunum sem poppar upp í hugan er takk Jesús. Takk Jesús fyrir yfirflæðið. Takk fyrir lækninguna. Takk fyrir allar þessar blessanir. Og það er bara svona breyting í orkunniðinni. Þú ferð úr vörn og þú ferð yfir í sókn og þú finnur gust heilags anda blása yfir þig núna. Og heilagur andi er búinn að hreinsa þig. Hann er búinn að reka burt allt myrkur. Hann er búinn að reka burt allan skort. Og hann er búinn að rétta það af sem var brotið og beygt. Og hann er búinn að fylla hjartað þitt af öllu því sem Jesús er. Því fallega, því góða og því stórkostlega. Og það er komin ný trú inn í hjartað þitt. Ný trú sem segir, ég lifi í yfirflæðandi allsnægtum. Ég lifi í trú og hugrekki og dirfsku. Ég lifi í þakklæti og gleði og fögnuði. Af því að ég lifi í þeim sem skapaði mig, Jesú Kristi sjálfum, sem er Guð almáttugur. Og hann er vinur minn. Ég þekki hann persónulega. Og þú finnur þakklæti flæði hjartað þitt fyrir að eiga þessa stórkostlegu vináttu sem er dýrmætari heldur en allt annað í þessari veröld. Þinn innsti, þinn nánasti, þinn besti vinur er engin annar heldur en Guð almáttugur sjálfur. Og þú hlustar á hann og hann talar til þín. Hann heldur utan þig og hann huggar þig. Allt sem þú þarfnast færðu frá honum. Og ég tala meira af Jesú inn í hjartað þitt.
Ég tala meira af heilugum anda inn í líf þitt. Og ég bið þig, Drottinn, að draga sérhvert hjarta hér sem að hlusta nær þér núna, nær þér í dag og alla daga. Ég bið að við fáum að upplifa meira af þér, eitthvað starra og stórkostlegra en nokkur sinni fyrr. Og ég bið þig núna, heilagur andi, að setja hungur og þorsta inn í hjarta okkar fyrir meira af þér. Leyfðu okkur finna okkur hungrar og okkur þyrstir í meira af þér, heilagur andi. Sýndu okkur meira, svo við megum sjá hversu stórkostlegur, yfirnáttúrulegur kraftaverka Guð þú ert. Takk, Jesús. Nú ætlum við að taka bara smá stund þar sem við ætlum að sitja í þakklætinu, í hvíldinni og bara sitja með Jesú, með besta vin okkar. Amen, að megum við bara draga djúpt inn andann, opna augun hægt og rólega.